Verið velkomin að skjáin á þessum yndislega fimmtudegi on this wonderful Thursday. Welcome to the screen. And now we are going to keep on reading from John. And we are going to read today, we are going to read chapter 3 and 4. Og við ætlum að lesa, halda áfram að lesa í Jónasarguðspjalli og við ætlum að lesa í dag 3. og 4. kafla hér í dag og með þetta vera blessing til ykkar. May this be a blessing to you, the word of God og orð Guðs, blessing til ykkar. But like always, my beautiful wife, fallega kona mín, og ætlar að byrja þetta á litri bæn. Já, elsku drottinn minn. Heilagur andi, ég bið þess að þú blessi varir okkar Sigga drottinn minn og gefur okkur frið í hug okkar í hjarta okkar og blessir okkur öll í Jesú heilaga nafni, amen. Amen. Og já, við ætlum að lyfta nöfnum upp í náðuna. We're going to lift up name of the grace. Við ætlum að lyfta upp Friðriki, Óskari, Betu, Sigurdóri, Sunnu, Ara, Sævari og Helga. Yeah. And we ask you to lift these names up to God and pray for them and ask God to bless them, ask the Holy Spirit to help them. Yeah. And God knows what they are dealing with. And God, like you know, God answers our prayers and that's how it works. Og munið að nöfnum sem við nefndum hér í dag núna að biðja fyrir þeim, lyfta þeim til Guðs og biðja fyrir þeim og biðja heilagan anda að stíga inn í líf þeirra og Guð veit hvað þau verða að eiga við. Og biðja Guð að blessa þau. Í Jesú nafni, amen, and everybody say amen on this wonderful Thursday. Amen. Say amen á þessum yndislega fimmtudegi. Og ég ætla að byrja að lesa hérna í John 3. kafla. Maður héti Nikodemus af flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann: Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir, kominn frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gerir nema Guð sé með honum. Jesús svaraði honum: Sannarlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann: Hvernig getur maður fæðist þegar hann orðinn gamall? Skyldi hann geta komist aftur inn í líf móður sinnar og fæðist? Jesús svaraði: Sannarlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist hold, en það sem af andanum fæðist andi. Undrist eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæst þar sem hann vill og þú heyrir tít hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur né hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Þá spurði Nikodemus: Hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum: Þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta. Sannarlega segi ég þér, þér tölum það sem við þekkjum og vitum það sem við höfum séð, en þér takið ekki á móti vitnisburði vorum. En þér trúið eigi þegar ég ræði við yður jarðneskt efni, hvernig skyldu þér þá trúa að ég ræði við yður hin himnesku? Enginn hefur stigið upp til himinsins nema sá steig niður frá himni, Mannsonurinn. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni,
þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heiminu skyldi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki, sá sem trúir ekki þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina, en þessi dómurinn. Ljósið komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið, því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gjörir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins, svo að verk hans verði ekki uppvís. En sá sem iðkar sannleikann kemur til ljósins, svo augljóst verði að verk hans í Guðs gjörð. Eftir þetta fór Jesú og lærisveinar hans út til Júdíu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon nálægt Salím, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Þá var ekki enn búið að varpa Jóhannesi í fangelsi. Nú að deila hreinsun milli lærisveina Jóhannesar og gyðings eins. Þeir komu til Jóhannesar og sögðu við hann: Rabbi, sá sem var hjá þér handan við Jórdan og þú barst vitni hann að skýra, og allir koma til hans. Jóhannes svaraði þeim: Enginn getur tekið neitt nema honum sé gefið það af himni. Þið getið sjálf vitnað að ég sagði, ég ekki Kristur, heldur ég sendur á undan honum. Sá brúðguminn sem á brúðina, en vinur brúðgumans sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðst mjög við rödd hans. Þessi gleði nú mín að fullu. Hann á að vaxa, en ég að minnka. Sá sem kemur á ofan og yfir öllum, sá sem af jörðu, hann af jörðu og talar af jörðu. Sá sem kemur af himni yfir öllum og vitnar það sem hann hefur séð og heyrt. Enginn tekur á móti vitnisburði hans, en sá sem hefur tekið á móti vitnisburði hans hefur staðfest að Guð sé sannorður. Sá sem Guð sendi talar Guðs orð, því ómælt gefur Guð andan. Faðirinn elskar soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðnar syninum mun ekki sjá líf, heldur vari reiði Guðs yfir honum. Jesús var þess vís að fariserar hefðu heyrt að hann fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesú ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Þá hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galílu. Hann var að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar Samaríu, Síkar heitir, nálægt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef sínum. Það var Jakobs brunnur. Jesús var vegmóður og setti hann þarna við brunninn. Þetta var hádegisbil. Samverkakona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana: Gef mér að drekka, en lærisveinar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa vistir.
Þá segir samverkakonan við hann: hverju sætir að þú sem er gyðingur býður mig að drekka samverkakonu, en gyðingar hafa ekki samneyti við samverja. Jesús svaraði henni: ef þú þekkir gjöf Guðs og vissir hver sá er sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann: Herra, þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn er djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meir en Jakob forfaðir vor, sem gaf oss brunnin og drakk sjálfur úr honum, og synir hans og fénaður? Jesús svaraði: hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann: Herra, gef mér þetta vatn, svo að mig þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana: farðu, kallaðu á manninn þinn og komdu hingað. Konan svaraði: ég á engan mann. Jesús segir við hana: rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt 5 menn, og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagði þú satt. Konan segir við hann: Herra, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður vorir hafa tilbeðið Guð á þessu fjalli, en þér segið að í Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbiðja skuli. Jesús segir við hana: trú þú mér, kona, sú stund kemur að þér munuð hvorki tilbiðja föðurinn á þessu fjalli né í Jerúsalem. Þér tilbiðið það sem þér þekkið ekki, þér tilbiðið það sem vér þekkjum, því hjálpræði kemur frá gyðingum, en sú stund kemur, já, hún er nú komin, en hinu sönnu tilbiðendur munu tilbiðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra þannig tilbiðja hann. Guð er andi, og þeir sem tilbiðja hann eiga að tilbiðja í anda og sannleika. Konan segir við hann: ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngera oss allt. Jesús segir við hana: ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama bil komu lærisveinar hans og furðuðu sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn: hvað viltu, eða hvað ert að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína og fór inn í borgina og sagði við menn: komið og sjáið manninn, sagði mér allt sem ég hef gjört. Skildi hann vera Kristur. Þeir fóru úr borginu og komu til hans. Meðan þessu fór fram báðu lærisveinar hann: Rabbi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim: ég hef mat að eta sem þér vitið ekki um. Þá sögðu lærisveinarnir sín á milli: skyldi nokkur hafa fært honum að eta? Jesús sagði við þá: minn matur er að gjöra vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segið þér ekki: en eru 4 mánuðir þá kemur uppskeran, en ég segi yður, lítu upp og horfið á agrana, þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs, svo að sá gleðjist sáir með honum. Hinn sem uppsker, hér sannast orðtakið,
einn sáir og annar sker upp. Ég sendi yður að skera upp það sem þér hafið ekki unnið við, aðrir hafa erfiðað, en þér eruð gengnir inn í erfiði þeirra. Margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunnar sem vitnaði það að hann hefði sagt henni allt sem hún hafði gjört. Þegar því samverjarnir komu til hans, báðu þeir hann að staldra við hjá sér. Var hann þar kyrrt í 2 daga og miklu fleiri tóku trú. Þegar þeir heyrðu hann sjálfan, þeir sögðu við konuna: það ekki lengur sakir orða þinna að við trúum, því að við höfum sjálfur heyrt hann og vitum að hann sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa 2 daga fór hann þaðan til Galíu, en sjálfur hafði Jesús sagt að spámaður væri ekki metinn í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galíu, tóku Galíu með honum vel, þar eða þeir höfðu séð allt sem hann gjörði á hátíðinni í Jerúsalem, enda höfðu þeir sjálfi sótt hátíðina. Nú kom hann aftur til Kana í Galíu, þar sem hann hafði gjört vatn að víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti að Jesú væri kominn til Júdeu, til Galíu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn. En hann var dauðvona. Þá sagði Jesú við hann: þér trúið ekki nema þér sjáið tákn og stórmerki. Konungsmaður bað hann: Herra, kom þú áður en barnið mitt andast? Jesús svaraði: far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því orði sem Jesú mælti til hans og fór af stað. En meðan hann var á leiðinu ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta, og þeir svöruðu: í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann: sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heima fór. Þetta var annað tákn sem Jesús gjörði þegar hann kom frá Júdeu til Galíu. Í Jesú nafni, amen. Og núna spilum við þetta á ensku í King James 16:11, svo allt skilji. Já. John 3. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is every one that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him,
How can these things be? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. After these things came Jesus and his disciples into the land of Judea, and there he tarried with them and baptized. And John also was baptizing in Aenon near Salim, because there was much water there, and they came and were baptized. For John was not yet cast into prison. Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying. And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him. John answered and said, A man can receive nothing except it be given him from heaven. Ye yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. He that hath the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy therefore is fulfilled. He must increase, but I must decrease. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. And what he hath seen and heard, that he testifieth, and no man receiveth his testimony. He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true. For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. John 4. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples, he left Judea and departed again into Galilee. And he must needs go through Samaria. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, Give me to drink. For his disciples were gone away into the city to buy meat. Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water?
art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. The woman saith unto him, Sir, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. Jesus saith unto her, Go call thy husband, and come hither. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband, but thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. In that saidst thou truly. The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Ye worship ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he. And upon this came his disciples, and marveled that he talked with the woman. Yet no man said, What seekest thou, or why talkest thou with her? The woman then left her water pot, and went her way into the city, and saith to the men, Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Then they went out of the city, and came unto him. In the meanwhile his disciples prayed him, saying, Master, eat. But he said unto them, I have meat to eat, that ye know not of. Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Say not ye, There are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are white already to harvest. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is that saying true, One soweth, and another reapeth. I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor. Other men labored, and ye are entered into their labors. And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did. So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. And many more believed because of his own word, and said unto the woman, Now we believe not because of thy saying, but we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Saviour of the world. Now after 2 days he departed thence, and went into Galilee. For Jesus himself testified that a prophet hath no honour in his own country. Then when he was come into Galilee, the Galileans received him, having seen all things that he did at Jerusalem at the feast. For they also went unto the feast. So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum. When he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe. The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die. Jesus saith unto him, Go thy way, thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth.
Then inquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the 7th hour the fever left him. So the father knew that it was at the same hour in the which Jesus said unto him, Thy son liveth. And himself believed, and his whole house. This is again the second miracle that Jesus did, when he was come out of Judea into Galilee. Í Jesú nafni, amen. Í Jesú nafni, amen. Og býð ykkur að bíða fyrir Þórdísi, bíða fyrir henni og bíðum að læknir fyrir sjúkdóm hennar sem hún er að eiga við og bíða heilagan anda að stíga þar inn og gefa fullkomna lækningu fyrir hana og við bíðum hér, elsku faðir, lækna Þórdísi, gera hana heila í Jesú heilaga nafni. Amen. 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 Þórdís, þú ert heil í Jesú nafni. Amen. Amen. Bíða fyrir Krillu, hann er flóður ekki, já. Fyrir Krillu. Krilla. Já, Krilla, faðir, mér eru læknana af þeim sjúkdómum með og flóðveiki og þeir sem eru að hlusta, með bíða fyrir henni og bíða Guð læknana og við bíðum þess að heilagur andi komi þar inn og stígi inn og læknana í Jesú nafni. Amen. Amen. Þeir sem eru að glíma við eitthvað, Guð megi blessa ykkur og gefa ykkur fullkomna lækningu í Jesú nafni. Amen. Í Jesú nafni, amen. Amen. I'm a little bit tired today. It's been a busy day for me. But like always here in Grace Church, we take the salvation prayer after í Grace Church í daily prayer. Þá förum við með frelsisbænina og ef þú ert að hlusta hér þá ætla ég að gefa þér tækifæri að ef þú hefur ekki tekið við Kristi inn í lífið þitt að gera það nú og ef þú trúir því að Jesú hafi farið á krossinn og dáði fyrir syndir þínar og hann hafi risið upp á 3. degi og hann er lifandi í dag, þá ertu hólpinn. And if you believe that Jesus Christ died on the cross for your sins and he cleansed you with his blood, he rose on the 3rd day and he is alive today, and if you believe that in your heart, then God is going, the Holy Spirit is going to come there and into your heart now. Amen. If you have this prayer and you believe this and you have these words after me, then God promised to save you. Og svo Guð lofar að sá sem hefur þessi orð sem ég fer með hér að hann mun frelsa þig og vera drottinn þinn.
í þínu lífi. Í Jesú nafni, amen. Amen. Amen, and everybody say amen on this beautiful, beautiful Thursday. Og allir say amen on þessum yndislega fimmtudegi. Now I'm going to start this, and I'm going to start reading this in Icelandic. Og ég ætla að byrja á því að lesa þetta á íslensku og svo að þetta hlusta að hafði þessi orð eftir mér og þá mun Guð frelsa þig í Jesú nafni, amen. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért sonur Guðs. ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú hafi dáið á krossinum fyrir syndir mínar Ég trúi að hafa dáið á krossinum fyrir syndir mínar og að dýrmætt blóð þitt að hreinsa mig af allri synd. og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Ég trúi að þú hafi risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mig allar syndir mínar ég bið það að fyrirgefa mér allar syndir mínar og þvó mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurniði anda minn endurniði anda minn og gerði mig að nýrri sköpun í þér. og gerði mig nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og bið þig að koma inn í líf. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. og lifa samkvæmt orði þínu. Þakka þér Jesús Þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt að fyrir blóð þitt er í nýsköpun, er ný sköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskaður af þér. Í Jesú nafni, amen. Að þú hafðir þessi orð eftir mér og þá er partur af Guði. Í Jesú nafni, amen. Þá ertu komin í kirkju hans. Í Jesú nafni, amen. Amen. And now I'm gonna read this in English, and so have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all my sins. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. Allir segja amen. Amen. Everybody say amen. Amen, amen. And be welcome to the kingdom of God. Yes. Og yndislegt að hafa eitt stundinni hér með ykkur og við elskum ykkur og munið að biðja fyrir fjölskyldu ykkar og elskið hvort annað, segið við börnin ykkar, konur ykkar, menn ykkar að þið elskið þau og biðji fyrir fjölskyldu ykkar. Einnig
elski náungan, biðji fyrir náunganum og einnig biðji fyrir óvin ykkar og þá mun svo sannarlega Guð blessa ykkur því Guð biður okkur að gera þetta því að við erum öll börn Guðs og við erum sköpun hans og tilheyrum honum og við erum öll þar og við erum að biðja fyrir börnum hans og gefa þeim styrk og hjálpa okkur öðrum. Í Jesú nafni, amen. Yes, amen. And remember, be good to each other and tell your wife you love her and tell your husband you love him, tell your children you love them and pray for your family, pray for your neighbor and love your neighbor and pray for your enemy and then God is going to bless you because all people are His children. We are His creation and He loves us all and we, the people who are Christians, we pray for His creation and we are His creation and we love you and við elskum ykkur öll hérna sem á og við boðum bara hér fagnaðarerindið og gerum góðu fréttirnar sem að Guð segir okkur að gera og við gerum það. Like God tells us to do is to spread the good news, spread it to you and ask you to, like we are asking you to help us spread the word to people, tell them about God and bless people and do this and spread the word out, the good news. Og við biðjum ykkur að hérna sem segi fólki frá Guði og segi fólki frá góðu fréttunum sem í Guðfréttunum og í Nýja testamentinu og komið í álist og þá mun Guð svo sannlega blessa þig. Amen. Amen. We're gonna end this, like always. My wife is gonna end this with the prayer that Jesus taught us. We love you. We're from Iceland. Við elskum ykkur hérna á Íslandi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldunautum. Hald þú oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen. And everybody say amen on this beautiful Thursday and have a wonderful day. And like in Iceland, have a wonderful night and we are gonna see you tomorrow og við sjáum ykkur á morgun og í góðar stundir og við sjáumst. Við elskum ykkur og Hvað vantaði setningu faðir? Nei, hann er að meina halda oss frá freistni. Við erum með faðir vorið í frumútgáfunni og það
hald þú mér frá freistni. Já. Og við erum með, Því að Guð myndi aldrei fara að leiða okkur í freistni. Því að, já. það er hald þú mér frá Já. freistni. Og svo það sé á hreinu. Já. Og það vantaði ekki neitt inn í. Nei. Það er Guð, hann heldur okkur frá freistni Já. og hann er ekki að leiða okkur í neitt. Það er ekki þannig og það er frumútgáfan af faðirvorinu sem var bara breytt og Já. eins og mörgu hefur verið breytt í orðinu. Og þetta er bara frumútgáfan og þannig er með það. Og I would like to have time to answer questions here tonight. But I have a busy night, it's been a busy day for me, so I'm gonna answer questions tomorrow and I'm gonna answer your questions. I'm gonna go into that tomorrow but it's very late here in Iceland og ég mun svara spurningum ykkar og klukkan er mjög margt og ég bænarefni sem þið sendið hérna inn við biðjum Guð að blessa það og hreinsa það sem hreinsa þarf í Jesú nafni, amen. Amen. Og við erum öll hér saman komin sem eitt lið til að hjálpa hvorum öðrum og elska hvort annað og bera út góðu fréttirnar. We are one team here, all together, loving each other and helping each other. Sendi bara í einkaskilaboð. And send us private messages and we will answer them. Já. Send us private messages. We do that. People send us private messages and we answer the private messages. You can send us private messages and we will answer. And if there's something you want us to pray for or something, just send messages. Sendi bara skilaboð og við svörum þeim. Já. Og hafa nafn eða er ekki nafn á TikTok eða, já. Já, sendi nöfnin og hverju við erum að biðja fyrir og það eru með einhverjar spurningar og þá svörum við þeim einnig. Og yndislega stundir og við elskum ykkur hérna og sendum okkur ást hérna til ykkar við Valey og við elskum ykkur me and my wife Valey, we love you all and we send our blessings to you and have a great day and it's the daytime and have a great night here in Iceland and we love you, við elskum ykkur og góða nótt. Góða nótt. Bye bye. Bye. Svo. Guð blessi ykkur. Já. Góða nótt. Elskum ykkur. Bless. Má sjá. Okay.